ánægður með kvöldið? Já, bara þetta var flottur sigur og svona kaflaskipt hjá okkur. Við vorum spila mjög vel og duttum ansi alveg niður á hælan á köflum og þetta var bara erfitt. Stjarnan var við vorum alltaf komnir inn í þetta aftur. Nörtu í hælan á okkur allan tímann nánast. Ungu guttarnir, þeir bara klára þetta fyrir þig? Já, voru bara frábærir í kvöld og bara strákar sem hafa lagt mikið á sig og ég vona þetta sé bara að koma skal hjá þeim. Ég er full að trúa að það verði og það skemmir ekki fyrir liðið svo Grindavík að fá svona gott framlag frá yngstu guttunum. Þeir eru eftir að fá sín tækifæri í vetur? Já, klárlega og ef þeir eru að spila svona þá eru þeir bara að fara að spila mikið, það er bara þannig. Ég vona bara að þeir halda áfram eins og þeir hafa verið undanfarið. Það var ekki bara þessi leikur, þeir hafa verið mjög góðir bara í mörgum leikjum á 100% tímabilinu. Þannig að það er kannski óhætt að segja að nýja Kana-reglan er byrjuð að skila sig hérna strax í Grindavík og mótið ekki byrjað? Já, ég meina það getur verið. Ég meina auðvitað það eru fleiri Íslendingar inn á gólfi og þá eru meiri líkur á að gerist eitthvað og þannig að þetta var bara gaman að sjá. En svona veturinn, hvernig sérðu hann fyrir þér? Deildina, hvernig sérðu deildina spilast? Já, mér finnst vera bara svona fljótu bragði, þá finnst mér vera nokkuð mörg sterk lið sem eru alveg klárlega að fara að stefna á að vera í efstu sætunum, 4 efstu sætunum og ég er alveg algjörlega á því að það eru einhver 5 til 7 lið sem að algjörlega, ef allt smellur hjá þeim, er að fara berjast þessi 4 efstu sæti verða ofarlega og þannig að mér er svolítið snemmt að spá þetta núna en línu fari ekkert að skýrast almennilega fyrir hann líður á mótið en það eru ansi mörg lið svona fyrirfram á þessum fræga pappír sterk þar